Heilbrigðisráðherra, Svandís Svavarsdóttir og aðrir góðir gestir. Ég býð ykkur öll velkomin til þessa landsþings Landssamtakanna Þroskahjálpar. Tilgangur og markmið Landssamtakanna Þroskahjálpar er að berjast fyrir réttindum og hagsmunamálum fólks með þroskahömlun og eða skyldar fatlanir, berjast fyrir fötluð börn og fatlað fólk almennt með það að markmiði að tryggja þeim fulla jafnréttisstöðu á við aðra landsmenn. Þetta markmið samtakanna hefur verið skýrt allt frá upphafi en viðfangsefnin hafa breyst í áranna rás eftir því sem samfélagið hefur þróast og tekið breytingum. Þegar samtökin voru stofnuð fyrir rúmum 40 árum var svokölluð afstofnanavæðing að hefjast og hugmyndir fullt jafnrétti fyrir fatlað fólk að ryðja sér til rúms. Krafan að fötluð börn fengi alast upp með fjölskyldum sínum en væri ekki send á stofnanir var að eflast. Ýmislegt hefur áunnist þó að viðfangs- og réttlætismálin séu enn mjög mörg og mikilvæg. Nú hefur til að mynda verið fest í lög á Íslandi að fatlað fólk eigi rétt á því að velja hvar það býr og með hverjum og ekki megi skikka það til að búa í þar til gerðum búsetuúrræðum eins og allt of lengi hefur verið gert. Síðastliðið haust tóku gildi ný lög þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Þessi lög marka ákveðin tímamót þar sem notendastýrð persónulega aðstoð var þá fest í lög. Réttur fatlaðra og langveikra barna er nú mun betur tryggður í lögum og ýmis ákvæði úr samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks hafa verið færð í lög og ýmsar fleiri réttarbætur gerðar sem eru til þess ætlaðar og til þess fallnar að bæta þjónustu við fatlað fólk og auka lífsgæði þess. Við hjá Landssamtakanna Þroskahjálp höfum lagt ríka áherslu á að allt fatlað fólk eigi rétt á NPA og þeir sem þurfa aðstoð við að fara með verkstjórn hennar fái þá aðstoð. Við höfum líka lagt áherslu á að fötluð börn fái notið NPA standi vilji þeirra og fjölskyldna þeirra til þess. Við lögfestingu NPA var sett bráðabirgðaákvæði í lög innleiðingu þessara þjónustu þar sem takmarkaður fjöldi NPA-samninga er í boði fram til ársins 2022. Það má því segja að þessi þjónusta sé kvótasett. Það er auðvitað afleitt og því fylgja ýmsar hættur. Það er til að mynda aukin hætta á því að fötluðu fólki verði mismunað aðgang að þessari þjónustu þannig að þeir sem þurfa mikla aðstoð við að fá upplýsingar og sækja sér þjónustu verði útundan þegar að samningskvótanum er útundan. Það er ljóst að þó NPA hafi verið lögfest enn fullt af fólki sem býr í svokölluðum búsetuúrræðum. Það er mjög mikilvægt að það fólk fái líka þjónustu í anda hugmyndafræðinnar sjálfstætt líf og fái tækifæri til að stjórna sem mest þjónustunni sem það fær og að þjónustan sé sniðin að þörfum þess eins mikið og nokkuð kostur er. Þjónustan við fatlað fólk á að vera einstaklingsbundin og sveigjanleg burtséð frá því hver á í hlut og hvar hann býr. Þjónustan á öll að vera skipulögð og veitt með það að leiðarljósi að hún gerir þeim sem hennar nýtur kleift að lifa sjálfstæðu og innihaldsríku lífi í samræmi við eigin óskir og þarfir. Öll þjónusta við fatlað fólk á að vera framkvæmd í þessum anda og á forsendum notandans hvort sem fólk er með NPA-samning eða ekki. Hugmyndafræði NPA er byggð á þeim réttindum sem mælt er fyrir í 19. grein samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Greinin mælir fyrir og á að tryggja réttin til að lifa sjálfstæðu lífi án aðgreiningar í samfélaginu. Þetta er grundvallarregla og meginstef í samningnum öllum og það er gríðarlega mikilvægt að þessi hugmyndafræði sé höfð að leiðarljósi við alla þjónustu sem veitt er fötluðu fólki, ávallt og hvarvetna. Í 12. grein samningsins er kveðið á rétt fatlaðs fólks til að taka sjálfstæðar ákvarðanir og fá til þess aðstoð ef með þarf. Vilji þess einstakling sem í hlut á að ráða hver ákvörðunin er en ekki vilji þess sem aðstoðar hann við ákvörðunartökuna. Með því að virða og framfylgja þessum tveimur greinum, 19. grein og 12. grein í samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks til að ráða lífi sínu, beita þeim saman eins og á að gera tryggjum við bætt lífsgæði og aukin mannréttindi fyrir allt fatlað fólk. Við þurfum öll að taka þátt í að vinna því að svo geti orðið.
Lagaramminn er skýr en það er mikilvægt að sveitarfélögin sem eiga að veita þjónustuna farið að lögum og framfylgi þeim í fullu samræmi við hugmyndafræði og áherslur sem samningur Sameinuðu þjóðanna byggir á og mælir fyrir og stjórnvöld verða að tryggja nægilegt fjármagn til að svo geti orðið. Orka stjórnvalda ríkis og sveitarfélaga sem ætti auðvitað að fara í að bæta þjónustu við fatlað fólk og tryggja mannréttindi hefur allt of oft og allt of mikið farið í að togast á skiptingu kostnaðar. Það er óásættanlegt og ámælisvert að stjórnmálamenn bæði ríkis og sveitarfélaga skuli ekki hafa nægilegan vilja, dug og kjark til að láta af þessari sífellu togstreitu sem er engum til gagns en er auðmýkjandi fyrir fatlað fólk og elur á fordómum í garð þess. Þá er það stjórnmálamönnum og stjórnmálaflokkum alls ekki til sóma að enn hefur valkvæði viðurkefi samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks verið fullgiltur þrátt fyrir að Alþingi hafi samþykkt að hann skyldi fullgiltur fyrir lok árs 2017. Alþingi hefur líka samþykkt þingsályktunartillögu að samningurinn verði lögfestur fyrir árslok 2021. Ég skora hér með á ríkisstjórnina og alla alþingismenn að reka nú af sér sliðruorðið og standa við orð sín og fyrirheit og fullgilda valkvæða viðaukann án tafar. Ég get ekki látið hjá líða hér í dag að minnast aðeins á stöðuna í örorkulífeyrismálunum. Landssamtökin Þroskahjálp hafa ítrekað kallað eftir svörum í því hvernig eigi að bæta stöðu þess hóps sem býr við alverstu kjörin í íslensku samfélagi og lýst áhyggjum okkar af stöðu þeirra sem engar tekjur hafa aðrar en bætur frá Tryggingastofnun ríkisins. Bæturnar eru af óútskýrðum og órökstuddum ástæðum umtalsvert lægri en atvinnuleysisbætur sem enginn er þó ofsæll af. Staðreyndin er hins vegar sú að atvinnuleysisbætur eru tímabundið ástandar meðan örorkuþegar eru í þessari kröppustöðu árum saman og margir allt sitt líf án tækifæra til að afla sér annarra tekna. Lægstu greiðslu sem fólk í þessari stöðu fær er í kringum 250.000 krónuði og fyrir skatt eða í kringum 215.000 krónur útborgað og það er algjörlega óásættanlegt. Þegar við lítum yfir starfsemi samtakanna undanfarin 2 ár þá hefur mjög margt verið í gangi og ýmislegt áunnist. Megin áherslan hefur legið í því að finna leiðir til að gera fólki með þroskahömlun og skyldar fatlanir kleift að taka sjálft þátt í ákvörðunartöku mál en það varðar og finna leiðir til þess að raddir fatlaðra barna heyrist og hins vegar að reyna að hafa sem mest áhrif á ákvörðunartöku stjórnvalda í málefnum fatlaðs fólks. Þar sem sérstök áhersla hefur verið lögð á að tryggja réttindi og viðeigandi þjónustu fyrir fólk með þroskahömlun og skyldar, fatlanir og fötluð börn. Það er að segja fatlað fólk sem þarf aðstoð við að vera sínir eigin talsmenn. Samtökin eiga auðvitað að vera til fyrirmyndar í því að tryggja að raddir talsmanna heyrist og að raddir samtakana út á við endurspegli raunverulegan vilja fatlaðs fólks. Við höfum markvisst leitast við að gera það og bæta okkur í því og enn getum við margt bætt. Það ætlum við að gera því að auðvitað lítur markmið samtakana að verða best í því og öðrum til fyrirmyndar og leiðbeiningar. Að lokum, það hafa orðið mikilvægar umbætur í málefnum fatlaðs fólks á Íslandi. Enn er þó langt í að lífsgæði, tækifæri og staða fólks með þroskahömlun verði með þeim hætti að við getum verið sátt. Takmarkið er að fatlað fólk og foreldrar fatlaðra barna þurfi ekki stanslaust að standa í baráttu, heldur geti tekið þátt í samfélaginu á sömu forsendum og hver annar og fái til þess viðeigandi stuðning. Það á ekki að vera háð því hver félagsleg staða fjölskyldunar hvort þú fær stuðningin sem þú þarft. Allir eiga að vera jafnir fyrir lögum og því þarf að tryggja að allir fái notið réttar síns án mismununar. Á ráðstefnu hér á eftir ætlum við að fjalla fíkn- og geðheilbrigðisvanda fólks með þroskahömlun og eða einhverfu. Ástæðan fyrir því að við tökum þetta málefni fyrir að við höfum fengið eindrægar óskir úr baklandin okkar að við fjöllum meira þessi málefni. Það því miður ekki ástæðulausu. Mikill og viðvarandi skortur hefur verið á viðeigandi aðlögun innan heilbrigðiskerfisins gagnvart þessum hópi.
Það von mín að við öll sem hér erum verðum upplýstar eftir ráðstefnuna og betur í stakk búin til að taka saman á við það mikilvæga verkefni og brýna réttlætismál að koma þessum málum í betra lag. Áður en ég lýk máli minni hér langar mig að þakka fráfarandi stjórnarmönnum fyrir þeirra mikla framlaga og ánægilegt og gefandi samstarf og óska þeim velfarnaðar í líf og starfi. Þetta eru þær Gunnhildur Hafsteinsdóttir, Marta Ester Hjaltadóttir, Vibeke Þorbjörnsdóttir og Þórdís Ingadóttir. Þær hverfa nú stjórn samtakana og verða nýjir stjórnarmenn kjörnir í þeirra stað á landsþinginu eftir hádegi. Hlakka til að taka þátt í þessari ráðstefnu og landsþinginu með ykkur og segi landsþing Landssamtakanna Þroskahjálpar árið 2019 hér með sett.